velkomin í þáttinn Fólkið í borginni. Stefán Pálsson heiti ég og gesturinn í þessum þætti er herra fram, Daði Guðmundsson. Margra leikja maður í meistaraflokki og síðan starfsmaður hjá félaginu, íþróttafulltrúi til margra ára. Þú kannski segir aðeins frá sjálfum þér? Já, það er spurningar að byrja. Ég er bara Reykvíkingur í húð og hár, Breiðholtingur, búið í Breiðholtinu svona nánast allæfi, flutti í framköri nýja Úlfarsárdal fyrir 5 árum. Já, bara tveggja barna faðir og starfsmaður framöðu segir, bara verið í framrunni allæfi, bara verið í íþróttum og lífið svona snúist mikið það í rauninni. Stuttumáli. Já. Og þetta er svona, þú nær kannski, í skottið á þessum tíma þegar að einmitt Breiðhyltingarnir fóru allir fram og önnur félög svona vestar í bænum. Já, ég fættur 81, ég held að með segja svona við fættur 81, 82 erum svona síðustu árgangarnir sem erum að fara reyna á milli hverfa til þess að sækja æfingar. Já. Og við vorum alltaf stór hópur bæði úr Breiðholtinu og hluta til úr Árbænum, Ártúnsholti. Þannig að ég svona náði því. Já, og kannski svona, ákveðin svona kúltúrbreyting þá sem hefur orðið innan íþróttafélagana, þau eru meiri hverfa einingar, heldur en að kannski áður var. Já, algjörlega. Ég held að það svona breytist svona þetta leiti svona kringum svona upp úr 90 og þá er rauninni hætta krakkar eða börn að fara á milli hverfa svona í einhverju stórum stíl sko. Í mínu tilfelli var ég bara með IR-völlin bara hinum með við göttunum og hafði mikinn áhuga á fótbolta strax bara 4-5 ára og mamma gerði sannarlega tilraun til að fara með mig að æfa hjá IR en það voru bara engar skipulagðar æfingar nema maður verið orðin svolítið eldri sko og þá bara þurfti að leita annað. Já, nákvæmlega. Og svo ferðu bara, eins og ég sagði á þann, ég meina þú spilaðir þarna, ég spilaðir fyrir aðra heldur en fram í meistaraflokki? Nei, jú, ég spilaði, ég tók 1 tímabil með Úlfunum, sem er svona okkar venslafélag, við stofnuðum félag 2000 endurvöktuna í rauninni, 2017, sem var svona hugsað sem félag fyrir rauninni framara sem eru að koma upp úr yngreflokkum en kannski ýmist hafa ekki eru kannski bara ekki alveg nægilega öflugir til að spila fyrir fram eða eru bara farnir að einbeita sér að öðrum hlutum, námi og fjölskyldu og öðru. Þannig ég spilaði 1 tímabil með því liði. Já, það er einmitt áhugavert, ég sé það sjálfur sko sem faðir táning sko sem að var ekki til í að taka 6 æfingar á viku þegar komið upp í menntaskóla og svona að við erum kannski ekki ná að grípa þessa krakka nægilega vel Brotthallið. Nei, það má kannski segja það. Það hefur reyndar finnst mér sko kannski frekar hjá strákum heldur en stelpum að þeir eru svona að æfa kannski lengur, það eru fleiri að æfa miklu fleiri að æfa alveg upp í annarflokk og klára annarflokk heldur en kannski bara fyrir 10-15 árum en það er alveg rétt, það hefur oft verið talað að þurfi einhverju fjölbrettari svona leiðir, það eru ekkert allir sem eru tilbúinir að æfa eins og segir 6 sinnum í viku þannig að þyrfti að vera einhvern veginn hægt að bjóða upp á þú getur komið á eftir 2 sinnum í viku eða F.A. hann getið prófið þetta fyrir 2-3 ára síðan ég held að það hefði bara gefist ágætlega og verið fín þáttak að því en það er alveg þessi klálega eitthvað sem maður mætti einhvern veginn reyna að skoða og gera betur sko. Já, við sjáum það til dæmis að við getum fylgst með því á borginni sko hvernig frístundakortið er notað og þessi hópur, þessi 17 ára krakkarnir, það er eiginlega bara Voltklass sem að fær greiðslurnar frá borginni. Já, algjörlega. Þannig að ég held að það sé alveg eitthvað sem að íþróttafélögin í borginni mættu skoða og hafa svo sem verið að skoða þessi umræða hefur verið í gangi lengi. Já. Þú fer síðan og verður íþróttafulltrúi
hjá Fram? Hvenær er það? Það er sumari 2009 sem að ég byrja sem íþróttafulltrúi Fram upp í Grafarholti. Já. Og kannski til að bara útskýra fyrir áhorfendum, hvað er íþróttafulltrúi fyrir nokkuð? Já, hvað er íþróttafulltrúi? Sko, í stuttumáli þá er það í rauninni bara, það er mjög mikið svona bara þjónustu starf, sko. Það er í rauninni þjónusta við iðkendur, foreldra, bara utanum allt íþróttastarf, skipulagning, samskipti við skóla, frístundaheimili, félagsmiðstöðar, bara svona hagsmunaaðila í hverfunum og já, bara allt sem að getur dottið í þau í starfi íþróttafélaga, sko. Já, og þetta eru stöður sem að eru rauninni kostaðar af borginni og eru til þessara skilgreindu hverfafélaga, stóru fjölgreinafélagana. Já. Þannig að þetta er ekki eitthvað sem stendur öllum minni sérgreinafélagunum til boða. Nei, akkurat. Og ég er rauninni kem að inn 2009 sem íþróttafulltrúi Fram í Grafarholti og þá er Fram á 2 stöðum, annars er þá í Safamýri og hins vegar í Grafarholti og þannig að við erum Fram var með 2 íþróttafulltrúa, íþróttastjóra og íþróttafulltrúa í nokkur ár, þar sem að ég var þá í Grafarholtinu og Þór Björnsson í Safamýrinni. Já. Og þetta eru þessir flutningar sem að tóku ansi langan tíma hjá félaginu og kannski ágætt bara að rifja upp fyrir áhorfendur að Fram var náttúrulega bara árabil í Safamýri, komið þar með félagsaðstöðu og íþróttahús og svo er henni tekin þessi ákvörðun það að flytja upp í þetta nýja hverfi og gekk svona kannski hægar heldur en talað hafi verið Já, það gekk tölvört hægar heldur en talað hafi verið Þú náttúrulega þekkir þessa sögu ábyggilega bara ennþá betur en ég en það var gerðu samningur á milli Fram og borgarinnar 1. maí 2008 á 100 ára afmæli Fram og ef ég man rétt þá var talað að sérst nýja aðstaða heimavöllur og íþróttahús og fullkomin aðstaða þetta vera tilbúin 2011-2012 og þá var ég ennþá að spila fótbolta og sá fyrir mér að geta spilað á glæsilegum heimavölli í kannski einhver 4-5 ár en þessi aðstaða var svo ekki risin fyrir 2022 þannig að það tók tölvöld lengri tíma heldur en tilstóð. Já, og hangir náttúrulega saman við það að þarna kemur hrunið og þetta hverfi Úlfarsárdalurinn óx ekki jafn hratt og til hafði staðið í rauninni. Nei, algjörlega. Það sjálfsögðu kemur inn í og hafði mikil áhrif. En það svo sem hefur verið að hvað segir maður, blómstrar núna undanfarin ár og held í frekari uppbygging á teiknibórinu, þannig að við fögnum því. Já, þetta er mikil áform það að byggja þarna yfir 1000 nýra framara. Já. En hefur það ekki líka verið aldrei svona kannski áhugavert að fá svona fylgjast með þessu nýja hverfi vaxa? Jú, algjörlega. Ég er svo sem bara fylgst með því svona tvennanátt, bæði sem fyrst bara sem starfsmaður og svo bara sem íbúi. Já. Og það er rauninni bara með tilkomu, þetta hefði Fram verið svo sem með aðstöðu og verið með æfingavöll í hverfinu frá 2011 og verið svona starfsemi en engin svona föst, það var engin félagsaðstæða og það var allt saman bara í Safamýri þannig að bara núna undanfarin 3-4 ár eftir að aðstæðan var tilbúin þá er bara svona einhvern veginn að blómstrar allt í hverfinu sko. Komur svona hverfismiðja og bara alltaf eitthvað í gangi. Já, og það er einmitt þetta með hverfismiðjuna sem maður sér skiptir ekki alltaf máli að þarna er þetta allt í svona sama hnapp. Þetta er íþróttafélagið, þetta er bókasafnið, þarna er sundlaugin, skólinn. Já, jú, algjörlega. Þetta er bara eitthvað sem hefur heppnast mjög vel. Nú á ég strák sem dæmi sem er í Dalaskóla og hann bara mætir á mótnana í skólan og svo vinnur hann sér bara í gegnum húsið í runni, það er skóli og svo er jafnvel skólasund eða hvað eða félagsmiðstöð og svo yfir á yfir framhús og það er handboltæfing eða fótboltæfing eða hvoru tveggja og svo
jafnvel farið í sund í lókdags, en þetta alveg, já, bara mjög vel hefnað. Já. Og er þetta í svona góðu göngufæri? Ég meina, hvernig komast krakkarnir eins og Grafarholti þarna yfir? Eru auðveldar hjólaleiðir, stígar? Já, það eru fínar hjólaleiðir, góði stígar, og það er náttúrulega tölverð vegalengd fyrir litla krakka að labba úr svona eista hluta Grafarholtsins og niður í dal, en það er náttúrulega strætó sem gengur þarna bara hringinn í hverfinu og stoppar fyrir utan skólana alla og beint fyrir utan framvöllin, þannig að það er bara fínar samgöngur. Svo erum við náttúrulega með frístundaakstur líka fyrir yngstu krakkana í 1. og 2. bekk, og erum ennþá með svolítið æfingum í Egilshöll, og þá eru sérst rútuakstur á þær æfingar. Já. Og hvað ykkur gengur alveg vel að ná krökkum inn úr öllum skólunum í hverfinu? Ég meina, er mjög hátt þátttökuhlutfall hjá fram af krökkunum hérna? Já. Er það mismunandi eftir því hversu eftir vegalengdum til dæmis? Já, ég svo sem ekkert kannski alveg með einhverja nákvæma rannsóknaða tölur, en það var svona ákveðin tilfinning, sérstaklega svo var þetta í Dalskólan og rosalega mikil þáttaka og meiri þáttaka þar í fótbolta heldur en í hinum skólunum. Ég vil að vegna þess að fótboltavöllurinn var bara beint fyrir utan skólan. En með tilkomi íþróttahússins þá hefur okkar sem er á sama svæði, þá hefur þáttaka Dalskólabarna í handbolta aukist mikið. En svona almennt held ég að það sé bara mjög mikil þáttaka á börnum í hverfinu. Og til að mynda frístundakortið vel nýtt í okkar hverfi, sko. Já. Þetta er nú kannski ekkert mjög margar greinar sem að fram að leggja stund á, en það eru þetta stóru boltagreinarnar 2. Já, það er svona fyrst og fremst náttúrulega stóru greinar handbolta og fótbolti, svo eru við með taekwondo, blak, skíðadeild sem er ekki mjög fjölmenn, en náð mjög góðum árangri og áttum fulltrú á Ólympíuleikunum sem stóð sér frábærlega, og almenningsíþróttadeild sem er nokkuð öflug, og þar erum við með íþróttaskóla fyrir litlu börnin, og svo eru leikfimi fyrir eldri borgara, og svona ýmislegt. Svo eru alls konar námskeið, það er jóga námskeið núna sem dæmi og fleira. En það er svona, fótbolta og handbolta eru stærstu. Já. Það því að maður heyrir náttúrulega líka ákallið að það sé ekkert allir sem að hugsi bara handboltan og fótboltan. Erum við að láta krakkana velja of snemma greinar? Á milli greina? Já. Nei, ég held að það er hjá okkur er það eiginlega bara svona yfirlega stefna að krakkarnir geti æft fleiri en eina íþrótt sem lengst. Og æfingatöflunum er stilt upp þannig að þú getur æft bæði handbolta og fótbolta, en það náttúrulega verður bara eðlilega erfiðara eftir því sem að krakkarnir verða eldri og fjölgar æfingunum, og það er svona reynt að stilla þannig upp að þau geti æft helst svona, og mjög algengt að það eru margir sem eru bæði handbolta og fótbolta alveg upp í svona 14-15 ára. Þá er oft komið að því að velja á milli. Þetta er ekki alltaf ókeypis. Ég meina, það er kostnaður sem að fylgir þessu, það eru æfingagjöldin og keppnisferðir og annað slíkt. Hvernig gengur að ná til efnaminna fólks til dæmis? Já, það er alveg, þetta er náttúrulega til dæla dýrt að æfa, og hvað þá er að æfa fleiri en 2 greinar og jafnvel 2-3 börn á heimilinu. Það gengur held ég bara ágætlega, sko. En við heyrum kannski ekki alltaf af því ef það er þannig að einhverjir veigri sig við að koma í íþróttir vegna þess að bara á efnahagslegum ástæðum, en við höfum verið ágætt samstarfi við þjónustumiðstöðina í hverjunu, Austurmiðstöð, og það eru þá einhver úrræði sem að sótt í ef að við vitum af slíku. Já. Innflytjendur til dæmis,
hefur tekist gengið að virkja þann hóp. Maður hefur til dæmis heyrt af því að eins og upp í Breiðholti þá oft kannski verið að kalla eftir öðrum greinum heldur en þessum hefbundnu fótboltanum og annað slíkt. Já, sko það ágætis þátttaka og fullt af krökkum í okkar hverfi af erlendum uppruna en eins og segi, það kannski ég ekki mennina tölfræði á bakvið að þannig en það tilfinningin svo það fullt af krökkum að æfa en við getum ábyggilega gert betur en það sama með það líka svona teimi hjá Austurmiðstöð sem að tekur á móti nýjum íbúum og reyna þá að beina þeim í rétta átt sko. En eins og segir, við erum ekkert kannski með endilega mesta úrvalið en ef það einhver sem hefur áhuga á körfubolta eða þá bara viðkomandi bent á Fjölni sem dæmi eða eitthvað sem nálægt. Já, ég á kjörtímabilinu þá upplifði það að fara til Oslo þar sem var svona fundur hjá svona íþrótta höfuðborgum Norðurlandana og þar töluðu Norðmennirnir mikið þessa áherslu sem legðu á að draga innflytjendabörnin inn í þetta og eiginlega rökstuðningurinn var svo að þarna mynduðust félagstengslin sko. Að þetta væri í rauninni þarna fengjum en síðan bara vinnu eða verkefni og í gegnum þau svona klefa myndununa sko. Já, ég hugsa það sé bara alveg rétt sko. Það var gengið talsvert, það voru hreinlega bara starfsmenn sem að fylgdu nýjum krökkum bara á margar æfingar sko til þess að tryggja að minnka brottfall, stemmst þetta ekki? Já, ég veit til þess að það var svona verkefni í gangi í Breiðholtinu og held ég ennþá. Já. Þannig að mögulega það eitthvað sem mætti skoða að gera meira af. Já. Svo nú einhvað að falla íþróttir fatlaðra sem að eru svona að læðast inn bakdyramegin hjá félaginu, ekki satt? Jú, það var tilraunaverkefni í haust. Það var hjólastóla rúbí það var partur af verkefni sem ég held að heiti Allir með og það var hann Valdimar sem að stóð fyrir því og var svona leiðandi í því verkefni sem var hjá UMV sem var svona verkefni að reyna að koma auka hvað sem möguleika fallara barna til að taka þátt í íþróttum. Ég held að það hefur bara tekist ágætlega til. Það voru held ég svona bilinu 8 til 10 sem mættu í það og ég held að sé nú bara til 10 stólar. Já, þetta náttúrulega sér hönnu tæki. Þetta kostnaði við þetta sko. Allt saman. En það bara eftir sér bestu tókst ágætlega sko. Já, af því að það voru náttúrulega mjög sláandi tölur sem að voru birtar á síðasta ári einmitt það hvað íþrótta þáttökur hlutfall fallara barna væri lágt. Já. Það var alveg einmitt sláandi lágt sko. Já, og kannski einmitt og þá hafa með verið að veltaði fyrir sig sko hvort að það sé ekki einmitt leiðin frekar heldur en að gera það innan sérgreina félaga að finna frekar vettvang inni í hefðbundnu íþróttafélögunum. Þannig að fötluðu krakkarnir í skólanum séu að fara í sama íþróttafélag og bekkjafélagarnir. Algjörlega. Já, ég held að það sé mjög bara ábyggilega tilfinning þessara krakka líka vilji tilheyra sama félagi og bekkjafélagarnir og skólafélagarnir sko. Þannig að eins og ég, bara góð tilhörin og vonandi getum við gert eitthvað meira. Já, þetta hljómar vel og það frekari uppbygging fyrirhuguð þarna í mannvirkjum og svo það að fara að fá heljarstórt hverfi. Já. Þannig að það verður ekki hörgull á verkefnum hjá þér næsta árin. Nei, og okkur, það nú erum við að býja til knatthúsin okkar sem að ég held að eigi samkvæmt samningum að vera klárt á næsta ári og eigi að fara í útboð núna í vor. Það ekki þessi stóru, þetta er ekki þetta sem kallað svona hált. Jú, þetta er rauninni hálfur fótboltavöllur og einhverjar svona tartan hlaupabrautir
Já. með því. Og kannski fyrst og fremst þá svona fyrir, þetta kannski yngstu iðkendurnir meira Já. að nota þetta. Já, eins og við höfum verið tölvört með æfingatíma í Egilshöll og höfum verið með yngstu iðkendurna þar. Það hefur alveg vegna þess að, þú veist, bara búið að geta alltaf tryggt að þessi æfingar í hvernig sem viðrar. Þannig að það er svona, þetta er svona að hugsa sem æfingahús fyrir yngri iðkendur. Meistaraflokkarnir vilja frekar vera bara úti. Það vorar ekki alveg jafn snemma þarna og niður á jafn sléttu. Nei, það er alveg rétt. Við höfum verið aðeins að basla, það var til dæmis æfingarleikur hjá meistaraflokki kallarinn og síðusti æfingarleikur fyrir tímabil og það er snjóa duglega og það bara var ekki hægt að móka nema svona, það var annar vítategur en var fullur á snjó, þannig að það var bara spilað á 80 metrar löngum velli í síðusti æfingarleik. En það horfir allt í betri vegar. Leik á 1 mark eins og í gamla daga. Já. Bara þakka þér bara kærlega fyrir að veita okkur innsýn í þetta fjölbreytta starf íþróttafulltrúans og íþróttastarfið í borginni sem ég held að svona margir átti sig ekki á hvað er í rauninni svona mikilvægur kjarni í bara í hverfa sálinni á einstökum stöðum og bara Daði Guðmundsson, takk kærlega fyrir komuna í Fólkið í borginni. Takk fyrir mig.